Ágæti nemandi, hér eru leiðbeiningar val fyrir næstu önn. Þú þarft nefnilega að slá valiðin sjálf eða sjálfur. Þú færð aðstoð hins vegar í umsjón á tímunum á fyrsta ári við að velja. Við skulum fyrst fara hérna inn á námskrár síðu skólans, flensborgarskólin.com, en þar er búið að setja inn nýju námskrána. Og við byrjum á því að fara og skoða brautalýsinguna og gefum okkur að þú sért á félagsvísindabraut. Smellum á félagsvísindabraut, hér er þá yfirlit yfir þá áfanga sem er á þeirri braut. Grænu áfangarnir eru kjarnáfangar sem þú þarft að taka sem eru eins á öllum brautum. Gulu áfangarnir eru kjarnáfangar sem eru bara á þessari braut eins og hérna fjölmiðlafræði og sálfræði og saga og félagsfræði. Og rauðu áfangarnir eru síðan svo kallaðir bundnir valáfangar sem eru áfangar sem þú þarft að taka alls 11 áfanga af. Þeir eru mun fleiri og þá getur þú valið að sérhæfa þig í því eða þeim fögum sem að stefna til dæmis á það háskólanám sem það ætlar í eitthvað þess áttar. Bak við þessar reiti, alla lituðu reiti hérna, liggja síðan áfangalýsingarnar. Hér smelti ég bara á fyrsta áfangan í íslensku og þá kemur maður inn á áfangalýsingu þess áfanga. Og þar er hægt að lesa sér til hvert innihaldið er. Til viðbótar við þetta eru gögn hér eins og til dæmis þetta Excel-skjal hér sem að er rauninni mjög svipað og inniheldur upplýsingar brautina en þú getur vistað þetta skjal niður og merkt til dæmis við þá áfanga sem þú ert búið með. Hér sjáum við líka fyrsta þreps áfangana sem sumir nemendur þurfa að taka áður en þeir komast inn á annað þrepi og svo framvegis. Þú getur skráð hérna niður hjá þér eða merkt niður þá áfanga sem þú ætlar að taka og ert búið með og svo framvegis og geymt þessa skrá. Hún er líka hér á PDF formi til útprentunar og það er að prenta hana sem sagt út og merkja við. Svo erum við líka með hérna inn á þessari síðu svona námsferilsblað eða námsáætlun, það sem þú setur inn þá áfanga sem þú ætlar að taka á hverju önn fyrir sig og getur svo lagt saman einingarnar og skoða hvernig þetta kemur út samtals. Þessi gögn liggja sem sagt á þessari síðu fyrir hverja braut fyrir sig. Hérna hægra megin er síðan dálkur þar sem er hægt að skoða inntökuskilyrði eða það sem við kallum æskileg hæfni viðmið í alls konar háskólanámi. Smellið til dæmis hérna á hagfræðideild í háskólanum að þá kemur ljós að til þess að komast eða til þess að undirbúa sig undir hagfræðideild þá er mjög gott og nauðsynlegt að vera með þriðja hæfniþrep í ensku sem nú reyndar á öllum stúdentsprófsbrautunum og þriðja hæfniþrep í stærðfræði. Það er samtals 15 einingar á þriðja þrepi, það þýðir 3 áfangar á þriðja hæfniþrepi í stærðfræði og svona getið þið skoðað þetta fyrir ýmist háskólanám sem er í boði. Og við skilgreindum hérna í þessa töflu cirka þau fög sem eðlilegt er að félagsfræðibrautin sé undirbúningur eða félagsvísindabrautin sé undirbúningur fyrir. Ef þú þarft að taka fyrsta þreps áfanga sem sagt á undan þessum áfengum hér er hægt að fara hér inn á undirbúningsnámið og skoða fyrsta þreps áfangana. Þeir eru þannig að þeir nemendur sem eru sem sagt með einhvern undir 8 eða með einhvern undir B+, þeir þurfa að taka fyrsta þreps áfanga á undan. Alveg upp í það, ég bara þurfa að taka 4 slíka áfanga eins og í stærðfræði. Fyrir þá nemendur sem eru með falleinkunn úr grunnskóla, D eða undir 5, þeir þurfa að taka svo kallað undirbúningsáfanga. Þeir eru hér. Síðan kemur neðri fyrsta þreps áfangin og síðan efri fyrsta þreps áfangin. Möguleiki er fyrir nemanda sem stendur sér mjög vel í fyrsta þreps áfanganum, fyrri fyrsta þreps áfanganum hér, svo til dæmis þessum hérna í stærðfræði, að hann stökkvi yfir seinni fyrsta þreps áfanganum og fari beint upp á annað þrep. En til þess þarf hann að hafa einkunnina 8 úr þessum áfanga. Nú, á hinni síðu skólans eða hinn eiginlegu heimasíðu skólans, flensborg.is, er síðan birt hvaða áfangar eru í boði á næstu önn. Smellið á það og þá er tafla hérna undir sem að sýnir hvaða áfangar eru í boði. Hér ægir saman áfangum sem að heita nýjum heitum og gömlum heitum. Nýju heitin eru lengri. Þessi tafla er líka samanburðartafla því hérna má þá sjá hvað áfangin heitir í gamla kerfinu. Það skiptir nú kannski fyrst og fremst eldri nemendurna máli. Þið veljið þá sem sagt áfanga sem eru hérna inni á þessum lista. Hvað áfanga þið takið næst og miðið það þá við brautalýsinguna á brautin ykkar. Þegar þið veljið þá farið þið inn á
inna.is eins og venjulega, setjið inn kennitölun ykkar og lykilorðið og smellið á staðfesta, loggið ykkur inn. En þegar kemur á þessari valmynd þar sem þið getið valið tvær mismunandi sýnir á innu, þá veljið þið neðri sýnina. Það sem sagt þá eldri útgáfan því að þar fer valið fram. Þá dettið inn á þessa mynd hér sem bara þessi venjulega yfirlitsmynd og þið veljið þar námsferill hérna á vinstri valmynd og þá komið inn á námsferilin ykkar. Hann lítur einhvern veginn svona út núna, þið eru ekki búin að fá neinar einkunnir ennþá, allir áfangarnir eru skráðir óloknir, þeir eru allir bláir, síðan verða þeir grænir eða rauðir eftir því hvort að þið náðu þeim eða náðu þeim ekki. En hérna til þess að slá inn áfanga fyrir næstu önn er smellt á skrá áfanga. Þá dettum við inn á þessa mynd hér þar sem ykkur býðst að velja önn og sjálfsögðu bara eina önn að velja, það er að segja næstu önn. Þá komið inn í þessa hérna valmynd og hér getið þið valið sem sagt áfangana. Þá smellið þið hér á og þá kemur listi yfir áfangana og veljið úr þá áfanga sem þið ætlið að skrá. Það skiptir engu máli hvernig uppbyggingin er, þetta er bara tengt gamla kerfinu hérna, en það skiptir máli hvort þið skráðu þetta sem aðalval eða sem varaval og þið eigið sem sagt að skrá 5 til 6 áfanga pluss íþróttir pluss eða hámark sem er umsjónar áfangin ykkar. Og röðin hérna skiptir rauninni strangt ekki máli en það er samt ágætt að velja hérna fyrst þá áfanga sem er nauðsynlegt að fara í og síðan eftir því sem að þeir verða minna mikilvægir. Síðan veljið þið, þeir eru búin að velja þessa 5 til 6 áfanga pluss íþróttirnar og umsjónar áfangan, þá þurfið þið að velja 2 áfanga í varaval, þá veljið þið bara áfanga þetta úr og breytið þér að sem stendur val úr aðalval í varaval og ítið á nýskrá. Þá lítur þetta einhvern veginn svona át þegar þau eru búin að þessu að hér eru þá komnir þeir áfangar sem að nemandinn er skráður í. Þessi nemandi ætlar að fara að halda áfram á íþróttaafrekssviðinu, fara í dönsku áfanga sem hann fór ekki á þessar önn, ensku áfram, stærðfræði áfram, íslensku áfram, sálfræði ætlar þessi nemandi að taka sem sagt auka áfanga, svo er hvað sem er sem sagt umsjónar áfangin sem allir eru skráðir í. Og svo ætlar hann að taka áfangi sem heitir vísindaleg vinnubrögð. Svo er þessi nemandi með skráðan spænsku og bókfærslu sem varaval. Þegar þetta er komið inn, að þá lítum við svo á að þessi í rauninni búin að sækja áframhaldandi skólavist á vorun. Og það er nauðsynlegt að gera þetta.